sjó. Á sjó, þeir sóttu fyrr. Þessi sjómannadagur, eða þessi helgi, haldin hátíðleg með allt öðru sniði heldur en verið hefur undanfarna áratugi og ástæðan einföld, það heimsfaraldur. En sjómannadagurinn var fyrst haldinn í Reykjavík árið 1938. Í þessum þætti ætlum við að beina sjónum okkar að störfum sjómanna og við fjöllum líka haftengda starfsemi. Og þá ætlum við að sýna 4 sprungun ný öryggismyndbönd fyrir sjómenn. En við skulum fyrst huga að því hvað skipstjóri gerir og líka hvað stýrimaður gerir. Viðtölin voru tekin borð í Berki NK. Þetta eru sem sagt karlarnir í brúnni. Samþætting veiða og vinnslu skiptir höfuðmáli til þess að hægt sé að vinna gæðaafurðir í fiskiðjuverum eða mjöl- og lýsisvinnslum. Uppsjávarvinnslur eru víða landið. Hérna sjáum við helstu staðina þar sem afurðir eru unnar. Skipaflotinn þarf að vera öflugur og velbúinn og síðast en ekki síst þarf að vera valinn maður í hverju rúmi. Þetta Börkur NK sem senn heldur til loðnuveiða á grunnmiðunum út af Snæfellsnesi. Við ætlum að kynnast starfi skipstjórans, Karlsins í brúnni og fyrsta stýrimanns. Börkur öflugt skip, 3600 tonn að stærð, lengdin 80 metrar og breiddin 17 metrar. Allur aðbúnaður áhafnarinnar góður og tækjabúnaður af fullkomnustu gerð. Loðnan veidd í nót og á miðunum þröng á þingi. Skipstjórinn hefur því í mörg horn að líta. Mikið að tækjum og mikið að skjám til að horfa á. Við erum með astig til að leita að fiski á 2 tíðnum og svo náttúrulega dýftarmæla og strömmlogg og allskyns nema á veiðarfærunum og þetta ýmislegt sem það að fylgjast með. Hver eru þín helstu stýritæki? Já, það náttúrulega bara að nota mest við veiðarnar, nota maður astigið. Það að leita að fiski og sjá hvaða dýpi fiskurinn og svo bara koma sér veiðarfærunum utan það. Engu að síður gamla góða talstöðin mikið notuð, svo og farsíminn. Á nótaveiðum eru skipin svo til á sama punktinum. Og menn bara kasta þeim leið og pláss fyrir það. En menn gerir þetta allt í sameiningu þannig að það kemur nánast aldrei neitt upp á þannig. En skipstjórinn þarf að vera vakandi? Já, sjálfsögðu. Það þarf að vera að klára hverjir eru í kringum hann og hvernig skip reka og annað. Þannig að þetta fari ekki í vilsu. Hvaða leiðir hefur skipstjórinn til þess að hafa beint samskipti við áhöfnina? Við erum það allir í talsambandi í talstöð sem við erum að vinna og það heyra allir í öllum ef við verðum að gera eitthvað, vera að hífa fram á, þá segir hann frá því í talstöðun og þeir heyra það sem eru aftur á. Þannig að það eiga ekki að koma upp neitt svona þannig að einhver viti ekki af því að þeir verða að hífa í einhvern vír eða eitthvað. Menn heyra allir í öllum, þannig að þetta á ekki að vera neitt. Það eru allir mikilvægir borð? Mjög. Þetta eru tiltölulega fáir en þetta leysist allt með góðum tækjum og góðum græjum og góðum samskiptum náttúrulega. Þá gengur þetta fínt. Hversu mikilvægt að allir viti hvað að þeim snýr? Já, það bara gríðarlega mikilvægt því að það tekur tíma frá mönnum að þurfa að vera að segja öðrum til. Þannig að við höfum bara ekki mannskap í það að vera í einhverjum leiðbeiningum. Þannig að menn verða bara að kunna það sem þeir eru að gera og þá gengur þetta bara eins og smurð vél, rúllar þetta fínt. Íslenski uppsjávarflotinn hefur tekið miklum breytingum á undanförnum árum. Skipin eru stærri og betur búin á allan hátt. Kapp lagt á að koma með hráefnið sem ferskast að landi. Stýrimaðurinn leysir skipstjórn af og ber ábyrgð meðal annars á vinnunni á dekki. Mitt aðalhlutverk á nótaveiðum að draga nótina og þetta náttúrulega allt saman hundvanir menn og vita raun og veru allir hvað þeir eiga að gera þannig að í raun og veru þarf fyrst í stýrimaður voða lítið að stjórna þetta gerist allt sjálfkrafa. Það mikilvægt að allir séu samhentir? Já, það mjög mikilvægt. Þetta náttúrulega áratuga reynsla hérna hjá mönnum, það eiginlega einhver óvanir hérna. Hlutverk fyrsta stýrimanns breytilegt eftir því hvort skipið notast við flottroll eða nót sem veiðarfæri.
Já, við sjáum að það sé, eða reynum að sjá að það sé á að til nóg af öllum borði í skipinu svo að sé að takast á við eitthvað fer úr skeiði hjá okkur. Það svona á okkar ábyrgð að það sé til. Nótin stórt og mikið veiðarfæri. Þessi nót sem við erum með núna 240 faðma löng og 60 faðma djúp. Þannig að það nokkuð stór grunnnót. Að vera skipstjóri getur verið streituvaldandi. Þegar ákveðið að kasta nótinni þurfa aðstæður að vera réttar. Það bara að kasta fyrir göngustefnu torfunnar og þannig að torfan gangi inn í nótina en ekki frá henni. Sko. Hún þarf að ganga á gatnið í nótinni og ef maður hittir vel á og fær hana réttu megin í nótina þá færðu gott kast. En svo getur þú kastað og verið með torfu alveg inn í hringnum en ef þú kastar auðvitað þá gengur hún bara út gatið þeim megin sem þú snurpar og hún sér hana bara komandi bát og svo dregur þú bara nótina og ekkert í henni. Straumar hafa áhrif? Já, gríðarlega áhrif. Við sáum það vel í dag að það var mikið vesturfall og skipin voru bara að kasta vitlaust á þetta fyrst í morgun og við rákum bara ofan á lóningunum. En svo breyttist þetta þegar að leið á daginn og fór að kasta öðruvísi og þá fórum við að loka meirinni. Á uppsjávarveiðiskipum eru yfirleitt 2 áhafnir. Hér algjörlega tvöföld áhöfn. Við erum bara í 50% starfi. Hvernig skiptið þið með ykkur verkum, stýrimennir? Í raun og veru höfum við það alfarið í hendi okkar hvernig það er. Það eina sem ætlast af okkur það að annar okkar sé borð. Sko. Svo skiptir það í raun og veru það alfarið í okkar hvernig það er. Menn eru náttúrulega fylgjast bara með sínu dögum og svo bara spurningin hvort þú tekur hálfsmánaða vinnutörn eða mánaðar og svo reyna menn náttúrulega að halda dögunum svona nokkurn veginn í jöfnum. Ég byrjaði snemma á sjó og var háseti á togurunum og svona, já, langaði að gera meira og það heillaði mig að sjá hvað skipstjórinn gerði og skellti mér í það. Og ekkert séð eftir því, ég hef alltaf haft mjög gaman að þessu. Á sjó, þeir sóttu fyrr og sigldum hafinn blá. Og þá höfum við kynnst í hvað kallarnir í brúnni gera en N4 gerði 4 myndbönd, öryggismyndbönd fyrir sjómenn. Við skulum nú horfa á 2 þeirra og þar á eftir skulum við huga að skipum framtíðarinnar. Þetta eru rafmagnsskip. Huga þarf að mörgu áður en lagt í sjóferð. Von á snöggum veðurbreytingum. Farið yfir öll atriði á gátlistanum og lagfærið ef þarf. Leggið áherslu á eftirfarandi. Óheimilt að láta úr höfn nema skip sé haffært. Vatni tappað af brennsluolíutöngum ef þarf. Athugið smurolíu og kælivatn. Prófið stýri og neyðarstýri. Kannið vel akkerisbúnað. Tryggið að neyðarútgangar séu greiðfærir. Athugið að austurop séu í lagi og ekkert hindri útstreymi. Prófið dælur og lekaviðvörun. Festið lausa hluti tryggilega. Björgunar- og slökkvibúnaður verður að vera til staðar og í góðu lagi. Áhöfn verður að vera með tilskilin réttindi og hlotið öryggisfræðslu sjómanna. Allir borð skulu vera lögskráðir. Æfið notkun björgunarbúnaðar og viðbrögð við neyðarástandi. Siglingaljós og siglingatæki skulu prófuð, virkið viðvörunarbúnað tækjanna. Vatns- og veður þéttar lúgur, hurðir, skálkaðar og þéttar.
Tilkynnið alltaf brottför í talstöð eða með smáforriti. Þetta er mikilvægt öryggisatriði. Stillið talstöð á VAFHF, rás 16, þar á að vera stöðug hlustun. Munum að skipið er besta öryggistækið og höldum því ávallt í góðu standi. Eitrun af völdum hættulegra efna getur haft afleiðingar sem breyta heilsu þinni og lífi til frambúðar. Innöndun af gufum eða endurtekin snerting við ýmis efni getur valdið margs konar sjúkdómum, til að mynda öndunarfæra sjúkdómum, húðsjúkdómum eða jafnvel krabbameini. Þá geta örorka eða dauði verið fylgifiskar efnaeitrunar. Áður en efni eru notuð þarf að framkvæma áhættumat meðhöndlun þess. Umbúðir eiga að vera með viðeigandi varúðarmerkjum og viðvörunum. Ekki nota efni nema að hafa lesið leiðbeiningar notkun þeirra. Aldrei skal blanda saman efnum nema ætlast sé sérstaklega til þess af framleiðanda efnanna. Blandið efni rétt samkvæmt leiðbeiningum framleiðanda. Ekki hita upp efni nema framleiðandi heimilið það. Gæta skal þess að blanda aldrei klór og sýru vegna klórgasmyndunar. Notið ávallt viðeigandi persónuhlífar, öndunargrímu, öryggisgleraugu, hanska og annan hlífðarfatnað. Vinnusvæði skulu ætíð vera loftræst eins og unnt er þegar efni eru notuð. Notið veikari blöndur af hreinsiefnum á stöðum þar sem loftskipti eru hæg. Sýna skal sérstaka aðgát þegar háþrýstiþvottatæki eru notuð við þrif. Öryggis- og skyndihjálpa leiðbeiningar eiga að vera aðgengilegar borð fyrir öll efni sem eru í notkun. Viðeigandi skyndihjálpabúnaður þarf að vera til taks. Geyma skal efni í öruggum umbúðum, vel skorðuðum á greinilega merktum og vel loftræstum stöðum. Geymslur sem innihalda eldfim efni, sýru, leysiefni, málingu eða olíu skulu opnast út á opið tilfar. Viðeigandi merkingar skulu vera á hurðum rýma þar sem hættuleg efni eru geymd. Þetta er Kári Logason, skipaverkfræðingur hjá verkfræðistofunni Navís. Kári og hans samstarfsmenn hafa undanfarin ár unnið að þróun og hönnun 30 tonna rafmagnsfiskiskips. Hönnun er lokið sem þýðir að allt er klárt til þess að smíða og fullgera slíkt rafmagnsfiskiskip. Við munum geta verið alveg á rafmagni frá þeim stöðum þar sem að miðin eru næst landi. Bolungarvík og Grindavík og þar sem þessir minni línubátar eru nánast að henda veiðarfærunum sumartíma ársins bara í hafnakjaftinum. Þannig að við ætlum að reyna að gera þá túra alveg á rafmagni en þeir túra sem munum verða lengri getum við keyrt dísilvél með en samt nýtt orkuna mun betur heldur en í dísilskipi. Því við erum aldrei að framleiða orku sem við þurfum ekki á að halda. Hversu langt þið komin í hönnun þessa skips? Við erum búin að vera núna, fengum styrk frá Rannís fyrir tæpum 2 árum síðan og við höfum núna haft 2 ár í að hanna þetta og erum að verða tilbúnir til þess að smíða fyrsta skipið. Við erum í bara viðræðum við nokkrar útgerðir sem eru mjög áhugasamar. Menn eru tregir til þess að vera fyrstir til þess að taka skrefið en það er bara tímaspursmál hvenær einhver segir nú vantar okkur rafmagnsskip til þess að hafa í flótanum okkar. Já, þetta er spennandi. Hönnunin er eðlilega nokkuð flókin. Þetta eru ný fyrirtæki sem við erum að tala við. Þetta er ekki þessi hefðbundni bransi sem maður er vanari. Þannig að maður hringir ekki bara í sama umboðið og vanalega að fá tilbúið vél. Maður þarf að finna aðalana sem geta
boðið búnaðinn, sérstaklega í þessi minni skip. Það eru mörg fyrirtæki sem halda sig bara frá þessum minni skipum. Það rosalega mikið að gerast í þessum rafmagnsframdriftarmálum í skipum og þessi stærri fyrirtæki bara hafa ekki tíma í einhver svona lítil verkefni. Þannig að það var frekar krefjandi að finna aðila sem gátu svona uppfyllt okkar kröfur og voru tilbúnir að styðja okkur í hönnuninni og útfærslunni á þessu skipi. Er gott að stunda slíka þróunarvinnu á Íslandi? Já, ég myndi segja það. Það sem sagt, í fyrsta lagi umhverfið sem ríkið skapar með því að styrkja svona verkefni, gera það verkum að við höfum sem sagt, haft tök á að hafa mannskap í því að sinna þessu án þess að vera með í raun og veru kaupanda við dyrnar sem alveg ákveðin í að kaupa sér svona skip. Svo það líka bara, það má hrósa útgerðunum sem hafa unnið með okkur, þar hafa lagt tíma og þekkingu inn í þessa vinnu og eru mjög viljugar í að sem sagt, leiða svona verkefni áfram með okkur. Þannig að aðgengi gott að í raun og veru viðskiptavinnunum þrátt fyrir að hann sé kannski ekki búinn að ákveða að kaupa sér svona skip. Og Kári bjartsýnn á að fyrsta rafmagnsfiskiskipið verði smíðað fljótlega. Kári segir að það skipti miklu máli að vinna að slíku verkefni í hugmyndahúsinu eins og sjávarklassanum. Já, maður hittir náttúrulega bara mikið af fólki við kaffikönnuna og svo líka Þór í klasanum duglegur að bara koma með fólk inn til okkar og tengja okkur við önnur fyrirtæki í klasanum. Kannski nýtt fyrirtæki byrjar að starfa inn í klasanum og þá reyna ég svona að finna svona augljósastu fletin á samstarfi strax. Það má nefna verkefni sem við unnum með fyrirtæki hérna í klasunum sem heitir Greenvolt og að þróa batteritækni sem sagt mun gera það kleift að sem sagt geyma orku í byggingarefni bátsins eða byggingarefni þess hluta sem við verðum að smíða. Og við smíðum sem sagt einsmeters útgáfi af þessum bát sem við erum að hanna með þeirra batteritækni. Svona til þess að sýna hvað íslensk frumkvöðlafyrirtæki gætu gert saman og hversu mögnuð framtíðin gæti verið í þessu. Svona iðnaðurinn svolítið fókuseraður á lithiumbatteri til dæmis í þessu og en við trúum því að verði bara eitthvað allt annað eins og þetta fyrirtæki að gera sem hérna í klasanum og mjög áhugavert að vita hvað við gerum næst saman. Þannig að þegar þú horfir niður á sjávarútvegurinn þá þessi grein miklu meira en eintómur fiskur. Já, það náttúrulega gríðarleg bara þekkingarsköpun og tæknisköpun í gangi í bara svona augljósasta dæmið náttúrulega bara Marel og þessi vinnslufyrirtæki sem hafa orðið til hérna á Íslandi. Ég gæti trúað að svona aðrar hliðar tækni muni stækka mjög mikið eins og bara í svona framúrstefnulegum hugmyndum eins og bara framdriftarlausnum í rafmagnsskipum eða eitthvað svoleiðis. Við erum lítið samfélag, tengingarnar eru stuttar, við getum látið svona verkefni gerast hratt og vel. Þannig að ég held að við munum sjá sambærilega hluti gerast svona í öðrum hlutum tækni sjávarútvegs heldur en bara eins og við höfum verið að sjá í Marel og Völku og þess háttar. Áfram höldum við með þáttinn á sjó. Þessi þáttur tilengaður sjómönnum og fjölskyldum þeirra. Við vorum áðan að kynna okkur hvað stýrimaður og skipstjórinn gera og við höldum áfram að kynna okkur störfin. Núna það kokkurinn og hásitinn. Uppsjávarflotinn öflugur hvort sem að ræða skip sem vinna afurðirnar á hafi úti eða skip sem sjá landvinnslunni fyrir hráefni. Í þessu myndbandi kynnust við starfi Háseta og matsvins á Berki NK sem sér landvinnslu fyrir hráefni og við kynnust líka störfum Háseta á Vilhelm Þorsteinsinni EA sem vinnsluskip, aflinn sem sagt unnin borð. Hérna börkur á loðnuveiðum í nót úti fyrir Snæfellsnesi. Mörg skip eru á miðunum nánast í einum hnapp. Áhöfnin þarf að vera samhent þannig að allt gangi upp. Þetta þarf að ganga stundum hratt fyrir sig og örugt og við þurfum náttúrulega bara að standa saman sem einn og minna hvern annan á það eða einhver kannski sem kannski vanari þú, minna vanur eða annað að við séum að gera rétt sko. Það gengur oft mikið á.
Já, það getur gert það. Það er oft liggur mikið við að svo þegar þurfum að fara út og annað. Það getur verið stuttur tími frá því að dorran finnst og margir bátar hana kannski og reyna að koma, gera þetta klárt og annað og eins þegar þetta svona búið að dæla og annað og gera þetta klárt í næsta kast af því að ef þú tekur það ekki bara eins fljótt og þú getur þá kemur annað skip bara og svínar á þig þannig og tekur torfuna. Og stundum þarf áhöfnin að bíða. Já, það fylgir þessu að við getum þurft að bíða að þetta finnst ekki og gefur sig ekki rétt og það getur verið hvalur hérna, truflokkur og stundum eru menn hérna úti, komnir út og standa hérna úti kannski ekki segja kannski klukkutíma saman, en menn kannski standa hérna úti kannski klukkutíma og það er kannski alltaf verið að hringsóla yfir bráðinu og þetta gefur sig ekki alltaf á augnablikinu sem menn vilja láta nótina fara til þess að þetta gangi rétt í og skili sem mestu náttúrulega. Þetta viljum við náttúrulega kasta sem sjaldnast og fá sem mest. Það er náttúrulega hagur allra, bæði okkar og útgerðar og slíta veiðarferðum og annað ef þetta gerist í styrstum tíma. Reglulega er farið yfir öryggisþætti borð. Stundum skemmast veiðarfæri og þá þurfa handtökin að vera snör og þumlaus. Góður sjómaður er náttúrulega bara góður félagi sem þú getur treyst á í blíðu og stríðu. Það á að vera gaman inn á milli og þetta getur verið erfitt og það kom upp alls konar mál, bæði leiðilega og skemmtilega og þú þarf að vera þannig að öllum líði vel og þú getur leitað til alveg sama hvort það er háseta eða skipstjóra eða allt er á milli Þetta er fjölveiðiskipið Vilhelm Þorsteinsson EA. Aflinn er unnin borð og í áhöfn eru hátt í 30 manns. Vélbúnaðurinn eru margt flókinn. Takmarkið er að hámarka gæðin og þar með afurðaverðið. Og hráefnið fer í gegnum allar vinnslulínur á miklum hraða. Háseti sér til dæmis veiðarfæri og sjá hvort að þau séu klár og kemur þeim í sjóinn og allt saman til það og svo er vinnslan hérna þegar aflinn er komin hérna niður í skipið og sér að vinna aflann hérna. Vinnslan borð er breytileg eftir vertíðum. Hérna er tvöföld áhöfn, enda eru veiðiferðir vinnsluskipa lengri en skipana sem afla hráefnis fyrir landvinnsluna. Það er svona mánaðatúrar og mánuður heima. Þetta er svona sirka svona en svo örlítið til og frá. Matsveinninn á Berki sér ekki aðeins að áhöfnin fái næringu allan sólarhringinn, hann vinnur líka á dekki og hann þarf að undirbúa veiðiferðina vel. Oft á tíðum er ekki vitað hversu langur túr er í uppsiglingu. Já. Það getur farið hálfa mánuð þess vegna. Og hvað gerir kokkurinn þá? Það bara spilar úr því sem maður hefur. Svona hefðbundinn vinnudagur hjá kokkinum til dæmis þessum túr? Ég veit það ekki, og það er erfitt að segja. Það getur verið bara 10-12 tímar og eitthvað meira að missa bara. Eru fastir matmálstímar? Já, við reynum það. Ef það er hægt, þá gerum við það. Svo getur það dregist eitthvað, það er að veiða á fullu. Það getur dregist eitthvað svona, það reddast alltaf. En þú sinnir ekki bara kokkastarfi? Nei, ég er á dekki líka. Hvað gerurðu á dekki? Það er bara allt mögulegt. Það er svona, bara svo venjulega, allt venjulega bara. Þetta verður vissin. Og hleypurðu þess á milli í kokkastarfi? Já. Það er bara nota alla tíma sem hægt er. En þú ert einn kokkur borð? Já. Við erum bara 11 á núna. En það er unnið allan sólarhringinn. Hvernig sérðu þá áhöfninni fyrir? Já, það er svona, þá koma tímar á milli alltaf. Það er ekkert alltaf unnið allan sólarhringinn. Hvað er matinn hjá þér í dag? Steiktur fiskur og svo er eitthvað í kvöld svona eftir hvað við vorum að gera. Hvað við vorum að brasa og vonandi komast á að veiðar bara. Við
Við höfum í þessum þætti verið að kynna okkur lífið borð í beiti NK, hvað hver og einn gerir og áfram höldum við og við tökum núna 3 störf fyrir. Uppsjávarveiðar gegna mikilvægu hlutverki í rekstri fjölmargra sjávarútvegsfyrirtækja og síðast en ekki síst gegna veiðar og vinnsla mikilvægu hlutverki í atvinnulífi margra byggðarlaga. Uppsjávarflotinn öflugur, þetta á bæði við skipin sem sjá landvinnslunni fyrir hráefni og skipin sem vinna aflann borð. Í þessu myndbandi kynnust við störfum vélstjóra á berki NK en skipið sér landvinnslunni fyrir hráefni og þá kynnust við starfi batermanns á vinnsluskipinu Vilhelm Þorsteinsinni EA og einnig vinnslustjóra en við hefjum leikinn á berki, vélstjórarnir þar eru 2. Við erum náttúrulega að sinna hér vélgæslu og viðhaldi og eftirliti með öllum vélbúnaði skipsins og svo erum við náttúrulega að snúast í kringum meðhöndlun og afla, kæla hann og sjá til að hann haldi sem bestum gæðum. Við erum með tæplega 6.000 hestafla aðalvél, svo erum við 2 ljósöðlar, önnur eru 1900 kW og ein milli 500 og 600 kW og svo getum við notað stóru ljósöðlarna sem hjálpar afl út af skrúfu eða vantar og við getum líka siglt á henni, notað þá rafalinn sem við aðalvélina sem mótor og kúpla aðalvélinni frá skrúfu og siglt á ljósöðlinni. Ykkar starf niðri í vélinni, það að stórum hluta eftirlitsstarf? Já, það það svona stærstu hluta og síðan erum við náttúrulega að sinna ákveðnum viðhaldsverkum líka eins og bara við höfum tök á. Þannig að það töluvert í því líka en mest tími fer í velgæslu og kæling og afla og snúningi kringu lestar og svoleiðis. Þannig að hér getum við fylgst með flest öll í skipinu og stýrt sömu hlutum líka eins og dælingum úr og í lestum, sjó í lestar og kælikerfi og svona getum stjórnað hérna á vélarrúmi. Vélstjórar sjá meðal annars að panta ýmsa aukahluti. Jóhann Pétur segir mikilvægt að vel sé hugsað vélskipsins. Það náttúrulega bara mjög mikilvægt. Það náttúrulega númer 1, 2 og 3 að vélbúnaðurinn sé í fullkomnu lagi þannig að hann sé eins hagkvæmur og hann getur verið og líka gagnvart rekstraröryggi skipsins þannig að ef að skipið viðhaldið ekki sinnt eðlilega þá náttúrulega verður skipið rekstraröryggi ekki mikið og þannig kemur niður á tekjunum þannig að það er náttúrulega fyrir best að halda þessu sem í góðu lagi. Er þetta líkamlega erfið vinna að vera vélstjóri? Nei, yfirleitt ekki. Það getum við þurft að taka á. Ég meina þetta allt stóri hlutir oft sem við erum að geta verið að glíma við sko en nei, yfirleitt það nú ekki. Menn eru náttúrulega þá notað hjálpartæki en það svona töluverð hreyfing á okkur hérna. Þetta hérna svona mörg svæði sem við förum í skipinu. Þannig að hérna það töluverð hreyfing á okkur sem bara hollt. Kostir og gallar að vera vélstjóri? Já, þetta myndi ég segja ágætis starf sko. Það hérna gott starfsumhverfi, góðir vinnufélagar og góðir vinnuveitendur. Og hérna, en auðvitað, það náttúrulega öll störf hafa sína kosti og galla. Ég meina, auðvitað geta verið kostur, ég meina það eru töluverðar fjarverur að heiman, það getur verið ókostur skilur sko. En móti erum við náttúrulega með gott skiptikerfi, við eigum góð frí heima á milli og þetta náttúrulega orðið mjög mikil breyting frá þeim að byrja að sjá með allir þessi nútíma fjarskiptatækni að núna eru menn alltaf tengdir, geta alltaf haft samband heim og þannig að það er töluverður munur á því. Við kveðjum nú Börk og heimsækjum næst fjölveiðiskipið Vilhelm Þorsteinsson EA. Aflinn unnin borð og í áhöfn eru hátt 30 manns. Vélbúnaðurinn margt flókinn, takmarkið að hámarka gæðin og þar með afurðaverðið og hráefnið fer í gegnum allar vinnslulínur á miklum hraða. Það eins gott að fiskvinnsluvélarnar borð séu í lagi. Svo kallaðir batermenn gegna þess vegna mikilvægu hlutverki en þeir sjá vélarnar. Á þessu skipi eru 2 batermenn. Í vinnslu þá höfum við baklandvélstjórana hérna. Ég einn á vakt sem batermaður og svo ef eitthvað bilar mikið þá kallar maður á vélstjóra og ef það bilar ennþá meira þá ræsi ég hinn batermanninn. Þannig að þetta þarf allt saman að snúast hérna? Já,
Þetta þarf að snúast. Þetta er ein keðja hérna borð að allir jafn mikilvægir. Einn hlekkur bilar, þá stoppar allt. Og bandirmaðurinn leggur áherslu á mikilvægi þess að allir vinni saman. Það er bara mjög mikilvægt. Það er bara aðalmálið er að allir vinni saman og hópurinn sé góður og annars gengur þetta ekki. Er þetta á stundum stressandi starf? Já, það getur verið það. Ef það bilar mikið, þá verðum við stressaðir. Vinnslustjórinn er í grunninn háseti, en hann sér líka að taka ýmis sýni. Vinnslustjórinn sér líka skýrslugerð og þarf þess vegna að vera í góðum tengslum við skrifstofu útgerðarinnar, svo sem söludeild. Við tökum gæðaprufur úr fiskinum og fylgjumst grannt með gæðamálum í rauninni afurðarinnar frá því hún kemur borð og frá því hún til hún fer frá okkur. Og þurfum að taka sem sagt stærðarmælingar og gæðaprufur og svo náttúrulega bætast þínar ýmsu mælingar við eftir í hvað þú ert að veiða. Við getum verið að taka fitumælingar, hrognamælingar í loðnu, átumælingar í makríl til dæmis. Það er svona og sitt líf þegar hverju. Fer svolítið eftir í hvað við erum að gera. Vinnslustjórinn segist þó líta svo á að allir borð séu gæðastjórar. Ef við skilum frá okkur lélugu hráefni þá náttúrulega bara segir þessi sjálft að þá fær Vilhelm Þorsteinsson á sig bara ljótan stimpil sko. Og menn eru mjög meðvitaðir það að hámarka gæði þess sem við erum að vinna sko. Og vinnslustjórinn hvetur ungt fólk til þess að huga að sjómennsku með tilliti til framtíðarstarfa. Sjálfur getur hann ekki hugsað sér hefðbundna 8 til 5 vinnu í landi. Þetta er kannski hentar ekki öllum en þú veist ekki nema að pröfa það. Og það finnst mér vöntun á nýliðun í þessari stétt. Þannig að það er bara að hvetja fólk til að stráka og stelpur til þess að allavega pröfa, þá sjáðu hvort þetta sé eitthvað sem hentar þeim. Þetta hentar eins og ég segi, fjarveran frá fjölskyldinu hentar ekki öllum. En þess á móti að þegar þú ert heima, þá ertu heima allan daginn. Þá ertu í fríi allan tíma. Þetta hefur allt sína kosti og galla. Við höldum áfram að fjalla sjóinn eða haftengda starfsemi. Háskólinn á Akureyri rekur sjávarútvegsdeild og skólinn hann útskrifar líka sjávarútvegsfræðinga. Og það að verða breyting þar á í því námi og við skulum kynna okkur það og þar á eftir skulum við sjá fleiri öryggismyndbönd sem að N4 gerði nýverið. Sjávarútvegsfræðin alls konar nám, mætti orða það þannig. Þetta okkar markmið að mennta fólk til að starfa í sjávarútvegi og þá svona mjög víðum skilgreiningi með sjávarútvegi. Það náttúrulega eru sjávarútvegsfyrirtæki og það bil helmingur útskrifara vinnur hjá sjávarútvegsfyrirtækjum. En líka bara við þjónustugreinar, stofnanir, Fiskistofa, það eru margir að vinna þar sem dæmi og í öðru fyrirtæki sem að gera sjávarútvegsvörur, þannig að þeir eru svona víða í þessu sjávarútvegsfyrirtækjum. Og námið er í rauninni mjög vítt, það er í rauninni byggir á kannski þremur svona stofum, það eru svona raungreinar, vísindi, svo eru viðskipti, það eru mikið viðskipti í þessu, og svo eru sérgreinar sjávarútveg sem eru fiskifræði, haffræði, matvælarfræði, fiska og slíkt sem svona tengir sjávarútveg beint. Þetta er svona, einkennið þetta er svolítið vítt sko, þetta hefur farið á mörg svið. En hvað með framhaldsnám, hægt að bæta við sig gráðum eftir hefðbundin nám? Já, þeir gera það. Sjávarútvegsfræðingar sem hafa klárað að fari víða, en við erum reyndar að biðja akkurat með nýtt nám næsta haust, þar sem við ætlum að bjóða upp á svona stjórnun sjávarútvegsfyrirtækja almenna og á ensku, þannig að það verður ekki bara fyrir okkar nemendur, heldur líka geta erlendir nemendur komið hingað í meistaranám. Þannig að frá og með næsta hausti þá eru meiri í boði. Sjávarútvegurinn í alþjóðleg grein, lítið á þetta nám sem alþjóðlegt? Já, við gerum það. Reyndar eru mjög margir að vinna erlendis og alltaf sjávarútvegur alþjóðlegur. Þetta snýst það að veiða og vinna og selja afurðir erlendis. Þannig að það eru talsveit mikið að sjávarútvegsfræðingar séu erlendis. Og það reyndar hluti af því sem við ætlum svolítið að bæta við og efla. Það þetta alþjóðlega vinkillinn. Við erum á næsta vetri til dæmis að byrja með nýjan áfanga sem heitir bara alþjóðlegur sjávarútvegur, þar sem þetta verður svolítið styrkt. En hversu sveigjanlegt námið í sjávarútvegsfræðum?
Já, það fyrir ekki með lítur á sveigjanleika. Það er rauninni ekkert voðalega sveigjanlegt að því leyti að við erum með eiginlega bara fasta kúrsa frá fyrstu önn til síðustu. En þannig að þetta er ekki sveigjanlegt hvað varðar áfanga, en þetta er sveigjanlegt hvað varðar tíma. Þú getur tekið þetta á mörgum árum þess vegna, þú getur tekið þetta á okkur venjulegum tíma. Þú getur tekið þetta allt saman í sveigjanlegu námi að því leyti að þú getur búið hvað sem er. Það er jafnvel dæmi nemendur sem hafa búið erlendis, þó að séu ákveðin vandamál við það, þá gengur það. En þú getur verið alls staðar, það eina sem þú ert að gera, þú ert að koma 2 ára önn hingað til að gera tilraunir og verklega vinnu, annars máttu vera hvað sem er. Hversu mikil samvinnan við í atvinnulífið á meðan á náminu stendur? Þetta er náttúrulega atvinnulífsnám miklu leyti. Við lítum á það og við erum að þjálfa fólk til að starfa í atvinnulífinu. Og þá á ég við grunnatvinnugreinarnar, sjávarútveg í þessu tilfelli. Og við náttúrulega förum reglulega í fyrirtæki og með nemendum og skoðum þau. Og svo leggjum við áherslu á það að nemendur vinni lokaverkefni á síðasta ári í samstarfi við fyrirtæki. Þannig að síðasta önnin, það er eiginlega bara eitt stórt lokaverkefni. Og þau eru eiginlega alltaf gerð í samstarfi við eitthvað fyrirtæki á svona hagnýtt verkefni sem að fyrirtæki leggja fram og nemendurnir þá vinna að leysa. Og Hreiðar segir að útskrifaðir nemendur séu almennt vel í stakk búnir til þess að leysa margvísleg verkefni að námi loknu. Það er bara svo fjölbreytt eiginlega. Það er eiginlega bara ekki hverslagsverkefni heldur að vinna verkefni, mætti orða það þannig. Það er eitthvað vandamál, eitthvað sem það þarf að gera, það þarf bara að skilgreina það, setja upp einhvers konar áætlun, hvernig á að tækla málið og svo leysa það. Þannig að þetta er alveg snýst að geta leyst verkefni, alls konar verkefni. Það geta verið tengd sölu eða vinnslu eða rannsaka nýja tegund sem á að nýta. Það getur verið bara í rauninni allt milli himins og jarðar. En hvaða bakgrunn þurfa nemendur helst að hafa til þess að fara í þetta nám? Þurfa að þekkja sjávarútveginn inn út? Nei, við erum náttúrulega að kenna það. Þannig að það er mikið okkar námi snýstu það að sýna hvernig sjávarútveginn lítur út bæði inn og úti. Það var áður fyrir þegar námið byrjaði, þá voru kröfur það að nemendur hefðu einhverja reynslu úr sjávarútvegi. Áður en við kæmu, við erum löngu hætt með það sko. En það er gott og það er langt skemmtilegast að kenna svona blönduðum hópi það sem er með svona vana sem eru búin að vera lengi í sjávarútvegi og með sína skoðanir skilur og svo þessir yngri sem eru kannski nýkomnir úr framhaldsskóla. Menn læra svolítið af hverjum öðrum og við líka, að kenna líka að læra í rauninni. Þannig að... Er þetta skynsamlegt nám? Já, ég myndi segja það. Ég held að þetta sem er skynsamlegt, þetta er öðruvísi að því leyti að það er mjög vítt, það er ekki mjög djúpt. Og sumir hafa spurt, er þetta skynsamlegt að kenna svona nám? Ef við ekki að fara sko í staðinn fyrir að sjávarútvegsfyrirtæki séu með sjávarútvegsfræðing sem hefur svolítið vit og öllu, þá séu það bara með lögfræðing og viðskiptafræðing og svona sem hafa þá meiri vit á einstakar hlutum. Það er svona lóðrétt þekking, ekki lárétt. Þegar unnið í lokuðum rýmum er hætta á súrefnisskorti, eldfimum eða eitruðum lofttegundum. Mikilvægt er að tryggja loftgæði. Loftræstið rækilega í að minnst hálfa klukkustund áður en inn í rými er farið. Áður en vinna hefst skal mæla loftgæði inni í rými. Öryggisbelti og lína eru mikilvægur öryggisbúnaður. Talstöðvarprófun, heyrir í mér? Já, ég heyri þér. Óskar heimild að fara inn. Heimild veitt. Yfirmaður veitir heimild til vinnu áður en farið er inn í rými. Setjið góða lýsingu inn í rýmið. Ef unnið er í lokuðum rýmum þarf stöðug vakt að vera fyrir utan rýmið. Ef einhver vafi er á gæðum lofts blásið inn fersku lofti. Tryggið að bæði sé samband og fjarskipti við þann sem er inni og stjórnanda.
Björgun skal vera vel skipulögð og æfð. Björgunarbúnaður skal ávallt vera til taks við rýmið og viðbragðsáætlun til staðar. Góð sjómennska og fagleg vinnubrögð tryggja best öryggi okkar borð. Að mörgu þarf að huga þegar unnið í mikilli hæð. Alltaf skal gera áhættu mat og fá heimild yfirmanns áður en vinna hefst. Sjónskoða skal búnað í hvert sinn. Fallöryggisbúnaður skal ávallt notaður við alla vinnu í hæð. Lausir stigar eru hættulegir, festi þá tryggilega. Aldrei skal vinna í hæð án öryggisbúnaðar. Þegar unnið í hæð skal aldrei vinna einsamall. Neyðaráætlun björgun skal vera öllum skýr. Góð sjómennska og fagleg vinnubrögð tryggja best öryggi okkar borð. Og þá þessi þáttur á sjó á endan. Við sendum sjómönnum og fjölskyldum þeirra hátíðarkveðjur. Á sjó, þeir sóttu fyrr og sigldum hafinn blá. Þeir eru fræknir fiskimenn og fastir úr sjó.